Nú ætlum við að halda áfram að skoða hringi. Það eru nokkur hugtök þegar við skoðum hringi sem þurfum að velta fyrir okkur. Ummál er vegalengdin hérna hringinn í kringum hringinn. Flatarmál er hvað það er mikið inn í hringnum. Þvermál er lína í gegnum miðpunkt hringsins hérna þvert yfir alla leið. Geisli, stundum kallað radíus líka, táknað með R, er úr miðpunktinum út í hringinn. Þetta er sem sagt, geislinn er helmingurinn af þvermálinu. Til þess að geta reiknað ummál og flatarmál þá þurfum við að vita formúluna fyrir ummáli hrings. Ummál hrings er þvermálið sinnum pi. Pi er bara tala, hún er næstum því 3,14 en það er svona takkjuvasreiknunum ykkur og ég mæli með því að notið hann því að þegar þið ítið á takkan þá kemur 3,14, 15 og svo ykkur romsa og notið það. Flatarmálið er geislinn í öðru veldi sinnum pi. Þannig að þegar við förum að reikna ummál hrings sem er með 4 cm flatarmál, 4 cm þvermál segi ég, þá gerum við bara 4 sinnum pi því að þvermálið er 4. Og út úr þessu kemur 12,566 ef við námundum í 4,57 cm. Passum af eininguna með. Flatarmálið er þá geislinn í öðru veldi, eins og þið sjáið hér. En þar sem að geislinn er helmingurinn af þvermálinu, þá er það helmingurinn af 4 sem er þó 2 í öðru veldi sinnum pi og við fáum reyndar sömu tölu hérna. Vegna þess að 2 í öðru veldi er 4. Þá skulum við skoða hitt dæmið, gefum bara strikinn á milli. Ummálið í þessu dæmi er þá 6 sinnum pi. Vegna þess að geislinn er ekki nema helmingur af þvermálinu, við þurfum 2-falt meira til þess að komast alla leið yfir. Og út úr þessu fáum við 18,85 við námundum. Og flatarmálið er þá geislinn í öðru veldi, 3 í öðru veldi sinnum pi. Út úr þessu fæ ég 28,27 og passa námunda rétt. En þá er þessu lokið.